Sælverði og verið velkomin í Flugsmiðjuna. Í þetta skiptið ætlum við að nýta flugvél sem nú bragilegt sjálfan mig. Það ekkert ómerkilegri fyrir það, heldur flugvél sem ég nýtti um 2 ár sennilega síðan. Og þetta nú bara nýtt á J-Crook og var nú bara svona tilraunafluga sem að reyndist svo mjög vel. Við erum að nota sem krók erum að nota mini-jig, sem sé check mini-jig frá Arex nr. 12, þessi FA554 eða Freshwater 554. Fáið þennan krók sennilega hjá hann Svenna í Flugsport á Selfossi, en myndböndin hjá mér eru unnin í samstarfi við Flugsport. Við erum tókum nýlega upp samstarfi og Svenni, fínn náungi, þægilegur. Skottið er úr, við höldum því dálítið langur, lengra en svona á venjulegum, það ekki alveg stutt, við snirtum það, en ég sýni ykkur hérna, það þá bara eitthvað svona, það hérna, eitthvað svona sko. Það sé dálítið lifandi í vatninu, þannig að dálítið, þegar þetta eru blautt á hreyfingu því. Skottið þá við erum að nota Globrite floss frá Semperfly í Chartreuse 124 og þið fáið megnaði Semperfly vorunum í veiðihotninu og svo vonandi að sé eitthvað í flugubúlinu líka. Búkurinn á þessu flugu, þannig að áður fyrir búkinn þá alltaf kúlan, það sem sé slotted bit frá Semperfly í 4,6 mm í kobaltbláu. Þess vegna heitir hún bara Cobalt Killer. Hún hefur reynst mér mjög vel og í búkefni eru við með svart channel og þetta er competition channel, ÖVAF channel frá Semperfly á svona spjaldi. Ég geti pantað þetta netinu frá Semperfly beint, það hægt að panta bara á vefnum þeirra hérna núna sem sé og fá sent heim. Það var ekki hægt áður. Þetta er 8 mm sem við erum með. En það eru sumir framleiðendur farnir að opna á þetta, það sé hægt að panta beint frá þeim og Semperfly eigendur Semperfly ákváðu bara slást sem sé vera með í því fæti á markaðnum að leyfa konunum að vesla beint við sig. Svo er líka vörulínan frá Semperfly er orðin það víð, það er að segja stór og víðtæk, að það eru fæstar veiðibúðir sem geta verið með allt frá þeim sem framleiða þetta. Það er nú ástæðan fyrir þessu. Þetta hef ég bara beint eftir Andy Kitchener sem er nú eigandi Semperfly. Hann sagði mér þetta í Írlandi núna á sýningunum í Enniskillen núna bara daginn, eða í október. Þá vefjum við þessu, það er engin vöf á þessu. Þetta er, sem sé það er ekki mun engin vír eða neitt þannig, ef við lögum svo þetta hérna til og eftir. Þetta er svona. Og ég held að ástæðan fyrir því að þetta virki, sem bara þetta er eins og straumfluga svona, þó að sé ekki á krók eða neitt þannig, bara þetta eru litir sem virka og svo erum við í kraga á henni, lit líka. Með grænan og svo orange. Tökum við nokkra vafninga til þess að festa þetta niður. Þessi bútur dugir sennilega í aðra svona flugu. Og í kragan á henni þá erum við að nota Pearl Channel frá Semperfly sem er 1 mm í flúorrauðu. Við erum búin að klippa hérna til, sem að búta því. Áður við festum hann niður þá langar mig að opna þetta eins svona, taka þessar anga sem að tróðast undir. Við viljum að fá þá upp. Og við setjum þetta hérna niður, Cobalt Killer blár
blue cobalt killer af því að það er kobalt litur, þessi blái kobalt litur. Svona. Og kemur þetta sem hotspot hérna framan á flugun og þetta má vera dálítið hérna þykkt, það er að segja standa aðeins út úr, getur gert þetta með tvinna líka og þetta kemur finnst mér miklu betur út svona. Það er hægt að nota döbb í þetta en ég hef nýtt þessa flugu bara svona. Nákvæmlega svona í þessu litum og hún hefur gefið mig vel, urriða og svo hef ég fengið bleikið og þetta upp í Veiðivötnum í svo Langavatni og þetta er ekki það bleikið tekur náttúrulega ýmislegt þar. Bara nokkra hérna vafningar til þess að klára þetta svona og svo er gamli góði hnúturinn á þetta. En þið þekkið reglurnar á rásinni, þið megið gjarnan styrkja mig, það er linkur í lýsingun á vídeónu inn á PayPal og ástæðan fyrir því náttúrulega bara ég er í fullri baráttu bara við krabbamein, þannig að allt, hver króna skiptir máli í því fæti. Og svo bara lökkum við hana hérna að lokum, við erum að nota bara glært lakki hérna núna, auðvallakki mitt er eitthvað tínt, þannig við erum að setja bara smá dropa lakki hérna í rétt ofan á hnútinn og ekkert meira en það þarf ekki að lakka þetta í rót eins og maður gerði alltaf, en ég hef einhvern veginn voðalega öryggistilfinningu að lakka nógu mikið þá gerist ekki neitt, en það er bara fyrir því hvernig þú kastar og hvernig baklandi á flugun er og svona. En Cobalt Blue Killer klár. Sjáum til þess að koma til næsta vídeó. Takk.